margir að spyrja mig hvernig kvíða ég var með og ég var með kvíða í mörg ár og það var svona almennu kvíði sem að því bara að hann var bara á öllum sviðum. Þú veist, það var bara kvíði, þú veist, með sjálfsmyndina mína og sjálfa mig, þú veist, það var aldrei nógu góð, ekkert sem ég gerði var nógu gott, þú veist, alltaf að rífa sjálfa mig niður. Svo var það líka bara, þú veist, það var heilsukvíði, mjög alvarlegur heilsukvíði, þú veist, ég var með króníska bakverki og ég var alltaf að hugsa að ég var að koma með krabba minn í bakið, þú veist, og alltaf fætti læknis og, þú veist, fannst ekki neitt og svo var ég alltaf að drepast í bringunni, ég var með svona króníska verki í bringunni og þú veist, og ég held stundum bara að ég var að fá hjartaáfall eða, þú veist, blóðtappa, var eitthvað mjög alvarlegt af mér og já, svo var ég með svefnkvíða og svefnkvíðin var þannig að, þú veist, alltaf þegar ég var að fara að sofa þá var ég með áhyggjur af svefninum, þú veist, myndi ég vera að andvaka, þú veist, hvað ef ég næði ekki að sofna og verið ógeðslega þreytt daginn eftir, bara endalausar hugsanir um þetta og þú veist, ef ég fæ ekki 8 tíma svefn þá bara dagurinn eftir ónýtur og bara allt þetta sem ég veit að þið mörg ykkar þekkir svo vel. Svo eftir ég eignaðist eldri drengi minn 2016 þá fekk ég rosalegan barnakvíða eða svona afkvæma kvíða eða foreldrakvíða, ég kalli þetta foreldrakvíða og þá bara var ég með þvílíkan kvíða, bara alltaf hrædd að hann væri að fara, þú veist, meiðast eða lenda í slysi eða, þú veist, eitthvað slæmt var að fara að gerast við hann, einhver myndi vera vondi við hann, þú veist, ég var með kvíða yfir, ég myndi kafna, þú veist, á matnum sínum og alltaf þegar voru matmálstímar, ég var ekki að borða og skar í allt niður, bara í pínulitla bita og, þú veist, svo sat ég bara og horfði á hann borða og bara með kvíðan út í maganum, þú veist, þetta er bara helvíti, sko. Það er ekki hægt að lýsa þessu öðruvísi að, hvernig þessi kvíði er og hvað hann tekur frá manni í lífsgæðin og hann tekur frá manni ekki bara, þú veist, heilsuna, skilur, því að það er náttúrulega bara krónískt streituástand að vera í þessum kvíða, heldur tekur hann líka frá manni lífsgæðin, maður er ekki að njóta, skilur, ég var ekki að njóta þess að vera með barninu mínu þegar ég er alltaf með kvíðahnúti yfir því að eitthvað slæmt sé að fara að gerast fyrir það. Og já, hvernig ég var með ferðakvíða, þannig að ef ég var að fara í ferðalög, þú veist, eða var að fara í flug eða erlendis, þá byrjaði svona 2 vikum fyrir ferðina, þú veist, ferðakvíði, bara kvíði yfir að fara í gegnum öryggisleitarhlið, kvíði yfir því að þeir eru bara, þú veist, einhverjir hryðjuverkamenn að sprengja allt í loftu, kvíði yfir fluginu, að flugvél myndi hrapa og ég myndi deyja og svo þegar ég var komin inn í hitt landi þá var ég bara með kvíða yfir öllu, bara lestakvíða, hvað ef einhver kemur og bara, þú veist, það verður lestasliðis eða einhver sprengir upp lestina, þú veist, þetta var svona stanslaust, þetta var rosalegt, þú veist. Og þú veist, kvíðin fór alltaf að færast yfir á fleiri og fleiri svið, þú veist, og ég fór alltaf að vera meira kvíðin og það var stundum þannig að ég vaknaði á nóttinni með ofsakvíða og það var bara rosalega vont og erfitt og kvíðin var algjörlega farin að stjórna lífinu mínu og hann var farin að breiðast yfir á, þú veist, eiginlega öll svið, þú veist, þannig að ég gat eiginlega ekki, þú veist, notið mín og í dag er ég búin að vera algjörlega frjáls frá kvíða síðan 2019 og líka verkjunum og síþreytunni og ég kom staði í gegnum mitt bataferðalag hverjar voru orsakirnar og hverjar voru ræturnar af þessu vanheilbrigði og þessum kvíða og síðan að ég fekk mitt frelsi þá var ég búin að vera að hjálpa fólki að fá frelsi frá kvíða og það gengur bara stórkostlega og í hverju viku er ég að sjá fólk fá frelsi frá kvíða, verkjum, brotinni sjálfsmynd, síþreytu, alls konar neikvæðum einkennum og það er hægt, ég vil að vitir að það sé hægt og það með þess að þetta gera tiltölulega hratt ef maður er tilbúin að leggja á sig smá vinnu dagstaglega og ég bjó til netnámskeið sem heitir Frelsi frá kvíða sem er sérhannað til að hjálpa þeim sem eru með kvíða og vilja fá frelsi. Það er sett upp þannig að það eru svona hugleiðslur eða dáleiðslur sem eru stuttar hljóðupptökur sem hún hlustar á daglega og í hvert skipti sem hún hlustar á þessar hljóðupptökur þá ertu að eyða rótum kvíðans og vanheilbrigðisins eða óheilbrigðisins og ef þú ert duglegur að hlusta daglega að vera að gera ráð fyrir að hlusta einu svona dag, þú veist, á hverjum degi og þá ertu rosalega fljótur að finna létta því fyrir að líða strax miklu betur og yfirleitt bara strax í fyrstu vikunni. Svo eru fyrirlestrar og þetta eru svona myndbönd það sem ég er að kenna bara hver eru 3 rætur kvíðans og hvernig við getum fengið frelsi frá því og það er fyrst og fremst
sambandi sem við okkur sjálf, ef að við erum í sjálfshatri, sjálfshöfnun, sjálfsniður yfir sjálfsofbeldi, það var mjög vont að vera í sínu eigin skinni og lífa manni í eigin skinni. Þannig að við þurfum að skipta því út fyrir bara sjálfsuppbyggingu, elska okkur skilyrðislaust, bera virðingu fyrir okkur, sýna okkur mýkt og mildi, samþykja okkur eins og við erum, sem sagt eiga heilbrigt samband við okkur sjálf, svo okkur lífi vel í eigin skinni. Rót númer 2, það eru uppsöfnu áföll. Allt orka og áföll eru neikvæð orka og ef við höfum öll orðið fyrir áföllum og ef við náum ekki að vinna úr þeim á heilbrigðan máta þá festast þessi áföllin í líkamanum og síðan bara á endanum ef maður er orðinn yfirfullur af neikvæðri orku og þá er maður svona triggerast maður auðveldlega, þú veist, það er bara áreitisóþol, það styrkir í manni þráðurinn, maður er mjög viðkvæmur, grátgjarn, þú veist, maður er mjög erfitt með svona áreiti af því að það er bara svo rosalega stutt í þessa kraumandi vanlíðan frá öllum sem áföllum og það þarf að læra bæði að gera þau upp og læra hvernig gerir maður það til þess að þessi orka, þessi áfalla orka fari út, það kemur meira og meira léttir og þetta er eitthvað sem við gerum í gegnum hugleiðslurnar í námskeiðinu og líka í gegnum fræðslu það hvernig við notum fyrirgefninguna. Þriðja rótin er óheilbrigt hugarfar og það er bara þannig að orkan okkar, líðan okkar, heilsan okkar er bara hvað erum að hugsa dagsdaglega og þegar ég var veik það var bara stjórnlaus, öskrandi þvottavél í hausnum á mér, bara, þú veist, neikvæðar hugsanir, alltaf margar hugsanir, alltaf hraðar hugsanir, þrá ekki, á ekki, streitu hugsanir, þú veist, það var bara, hausnum á mér var í rugli og þú veist, ef að þú ert þannig, þú getur ekki orðið frjáls og lifi vel ef að hausnum þér er þannig, þú veist, margir reyna að flýja undan sínum eigin hugsunum með að vera bara alltaf brjálað að gera, alltaf á fullu, þú veist, alltaf í símanum, alltaf með eitthvað áreiti, alltaf með eitthvað tónlist, alltaf með eitthvað í gangi til þess að distrakta sig frá sínum eigin hugsunum og það er flótti og það er ekki að hjálpa nema bara til skamms tíma. Það sem að raunverulega virkar er, þú veist, að taka ábyrgð á eigin hugafari, taka ábyrgð á sínum eigin haus og bara vinna með þetta. Finna ræturnar, hvaðan er þessar stjórnlausu hugsanir að koma, losa þær út og síðan þjálfa hugafari og það sem ég kenn á námskeiðinu frelsi frá kvíða er krafthugsanir, jákvæð sjálfsuppbygging, þú veist, hvernig bara gerum við þetta skref fyrir skref og þetta er námskeið sem er algjörlega á netinu, þú getur farið inn á frelsifrákvíða.is, lesið til það, keypta þar, stéttarfélög niðurgreiða námskeið alltaf 80% og þetta er bara viska og þjálfun og síðan svona frelsi í gegnum hugleiðslurnar sem að ég vildi óska þess að hefði staðið mér til boða þegar ég var að glíma minn kvíða af því að ég hafði ekki hugmynd hvað var að valda honum, ég hafði ekki hugmynd af hverju mér leið svona, það var enginn af öllum sem sérfræðingur sem ég leitaði til sem gæti sagt mér af hverju, ég var með króníska verki, kvíða, ofsakvíða og síþreytu og allt þetta og ég fyrir gegnum allt þetta inn í námskeiðinu og var að kenna það og þú getur lesið umsagnir þeirra sem hafa farið í gegnum námskeið þannig ég hveti til þess að kíkja á þetta og gefa þessu tækifæri og gefa sjálfu tækifæri til að lifa lífi í frelsi frá kvíða af því að, þú veist, að lifa lífi þar sem að kvíðin stjórnar, það er ekki gott líf, og þú átt þetta eina líf og það er bara alltaf dýrmætt til þess að lifa lífi þar sem að kvíði, sem er neikvæð orka, stjórnar og rænir okkur lífsgæðum, þannig að ímyndað er að þú sést orðin áttræður og þú horfir tilbaka og þú gerðir ekkert í þessum kvíða og þú hugsa með þér hvað tók kvíðin frá þér, hvað hefur hann nú þegar tekið frá þér, tækifæri, gæðastundir með börnunum, gæðastundir með, þú veist, ömmubörnunum eða afabörnunum, ég veit nákvæmlega hvernig kvíðin er og ég get ekki lýst breytingunum sem hafa átt sér stað eftir ég fékk frelsi frá kvíða, bara hvernig ég get notið lífsins, hvernig ég get stýrt minn eigin orku og minn eigin líðan og eitthvað svona vanmáttugt eins og kvíðin raunverulega fær aldrei að stýra mínu lífi framar. Gangi vel og ef þú vilt spjalla þá máttu senda mér tölvupóst á Sara Hlusnir. Ég er hér til að hjálpa þér að fá þitt frelsi.